Ok, skulum skoða lausnir á nokkrum dæmum á lokaprófi vor 2013. Við erum hérna með dæmi 4 á þessu prófi og þar okkur gefið svæði D og við erum beðin að setja rétt mörk á heildin. Hérna heildaði fyrst með tilfelli y, svo með tilfelli x, en hérna fyrst með tilfelli x og svo með tilfelli y og við erum að fylla inn í hérna mörkin. Nú, hér mér gefið mörkin y sem falla af x, þannig að ég get strax sett inn hérna 0 upp í x í öðru, það mörkin mín á y, það heildi hérna með tilfelli y, og þegar ég heildi x með tilfelli x þá fyrir frá 0 og upp í 2. Svo pröfa að tekna upp svæði sem við erum með. Einhvern veginn sé svona. Svona nokkurn veginn. Hérna ég með y eftir x í öðru. Heldur skakt en svona nokkurn veginn. Og svo ég með, ég á að fara frá 0, y á að fara frá 0 og upp í fleirbúa minn og x á að fara frá, því ég á x-ásnum og ég fara frá 0 og upp í 2. Þannig hérna á milli þess að lína. Þannig að svæðið mitt sem ég reyna að afmarka er þetta hér. Þetta svæðið mitt D. Nú, ef ég ætla að heilda fyrst með tilliti til x og svo með tilliti til y sem tilfelli hérna, þá þarf ég að gefa x sem falla af y og þá segja ég, ok, ég fer þá, þegar ég fer í þessar átt, þá fer ég úr þessum hérna ferli í þennan feril. Og hvað ferli þetta? Jú, þetta x eftir rótina y, við sjáum að þetta positíft y hérna, þannig að ég með plusrótina. Og þetta hér þessi hérna lína x eftir 2. Þannig að við sjáum að x stærraði eftir rótina y og minnaði eftir 2. Svo ég búin að nota þetta hérna og svo basically, skulum segja, við erum búin að nota þetta hér. Það stenda hérna þessi mörk. Og svo notaði ég x sem minna eftir 2, það stendur hér. Nú þá þarf ég að hugsa í þessa stefnu á hvaða bíl á y að vera og nú ég búin að fara úr þessu í þetta, en ég kom með svona risastórt svæði hérna undir hér og hérna undir þessu hér. Undir þessu hérna. Þannig að ég ætla að fara til að afmarka bara þetta svæði, ég ætla að fara frá 0 og upp í þessa tölu hérna, þess að það skerast. Og skulum sjá hvað talar þetta, jú þegar x 2, þá ég með x í öðru, ég með 4 hérna. Þannig að y á bilinu 0 og upp í 4. Og ef við horfum bara á jöfnuna hérna fyrir ofan, þá getum við séð, já, ok, y á að vera stærri eftir 0, það stendur hér, og y á í mestalega að vera x í öðru. X í öðru getur mestalega orðið 2, þannig að þetta 2 í öðru. Þannig að mörkið mín hérna á seinna heildinu x á bilinu rótina y upp í 2 og y á bilinu 0 og upp í 4. Þá erum við komið lausn á þessu 5% dæmi. Svo við pröfum að skoða næsta dæmi. Ok, þá dæmi 5 á sama prófi. Við erum hérna með fall f frá r í 3 yfir í r, tekur inn 3 breytur og skilar 2 staka vegri og fallið g frá r í öðru yfir í r sem lítur svona út og við ætlum bara að reikna heildarafleiðu samskiptafallsins g af f af x í punktinum 1,p,0. Nú það tvær leiðir til að gera þetta. Ein væri að búa bara til samskiptafallið, diffra það og setja svo inn punktin hérna. Ok, við getum pröfað að gera þetta. Segjum hérna g af f þá g af f, sé svona, g bóla f af x, g af f af x. Þess að setja inn í g, ætla að setja fallið x, x y zeta, e veldinu zeta, getum við skrifað, exp af zeta bara e veldinu zeta. Þannig að ég fæ sér sett kósinus af x-inum y, kósinus af x y zeta sinnum y, e í zeta. Og hérna fæ ég fyrrantnýtt í öðru, x í öðru, y í öðru, z í öðru, sinnum setnantnýttið. Sér svona. Svo getum við reiknað át heildarafleiðuna þessu. Bara sem falla af x og þá segja við, ok, diffrum við til x, y og z og fáum hérna afleiðuna, hérna diffraði með til x, svo með til y, svo með til z, hérna efrastækið og svo teki hérna neðra fallið og diffraði með til x, y og z og þá þurfum við að passa hérna að diffraði með til z, þetta fall af z, sinnum fall af z. Það fæ ég þetta hér. Og svo reiknum við þetta út í punktinum. Heildarafleiðan í punktinum 1,p,0
öll afleiðan hérna í þessum punkti og sjáum seta er 0 þannig að því að setja inn hérna 0 sinnum eitthvað verið 0, 0 sinnum eitthvað verið 0 og hérna fæ ég sínus af 0 sem er 0 sinnum svíinn. Efri línan er öll 0 og neðri er hérna með 0 sinnum eitthvað 0, 0 sinnum eitthvað 0 og inn í svíðanum hérna er 0 þannig að neðri línan er öll 0 líka. Ok, önnur leið til að reikna þetta dæmi, þetta er sérst svarið hérna. Önnur leið til að reikna sama dæmi væri að nota keðjuregluna. Og þá segir við, sjá hérna, ef ég ætla að diffra hérna g-bóla f í punktinum 1,pi,0. Nú þá er það afleiðan af g í punktinum f af 1,pi,0 sinnum afleiðan af f í punktinum. Og svo reiknum við aðra hvora þessum til að byrja með, byrjum annari hvori til að byrja hérna þessari hérna til að segja f í 1,pi,0 það er, og skoðum hvernig f leit út f er þetta hérna, þannig að 1 sinnum pi sinnum 0 er 0 og svo er með e í 0 það er 1 þannig að með þess að 0 og 1 og svo reikna ég dg ég held að bara g fallið g var þessi þetta hérna fall hér það heildaraflan þannig að verður tvisvar 2 fylki ég heildar með til x og fæ uppslán sinnum sínus af x uppslán kosins sinnum mínus sínus þannig að mínus uppslán sinnum þetta svo heildar með til uppslán sama fall að fæ ég mínus x sinnum sínus af x uppslán svo diffra ég neðrastakið og neðrastakið var hérna x í öðru uppslán diffra það með til x að fæ ég 2x uppslán og diffra það með til uppslán fæ ég x í öðru sér svona og svo sé ég að dg í 0,1 í f af 1,pi,0 þá setjum ég sér sett 1 fyrir x og 0 fyrir x og 1 fyrir uppslán ég fæ sínus af 0 að 0 ég fæ 0 sem sínus af 0 að 0 ég fæ 0 hérna og fæ 0 í öðru það er 0 og þá skiptir einhver máli hvað kemur út úr þessu hérna fylki bara hver stærðin er þannig ég veit að þetta hér, já hvað er þetta stórt fylki f var fall frá er í öðru yfir er í þriðja yfir er í öðru þannig að heildarafleiðan er örugglega 2 sinnum 3 fylki þannig að ég myndi fá hérna 0 fylkið sinnum eitthvað 2 sinnum 3 fylki hverjum er ekki sama hvað stök er í því en þegar margfaldaði við 0 fylki þá fæ ég bara 0 þannig að ég myndi segja heildarafleiðan á g-f í punktinum 1,pi,0 er 0, 0 sinnum fylkið df í 1,pi,0 sem er auðvitað hægt að reikna út, bara engin ástæða til og við minnum á að þetta er 2 3 fylki þetta er 2 2 fylki og ég margfaldaði saman fæ ég 2 3 fylki 0, 0, 0, 0, 0 og 0 voilà þá er það b-liðurinn og í b-liðurnum er okkur gefið að zeta er fall af, ég ætla að teikna bara upp mynd strax, zeta er fall af u og það er fall af r og svo látum við u vera fall af x, y og r og svo látum við r vera fall af x og y og þá er þetta hér er líka fall af x og y þetta er sama r-ið ok, og svo er spurt hvað er dz dr notaði keðjuregluna dz dx fyrir geð og þá þurfum við bara að fylgja greinunum hérna í trénu okkar við segjum dz du dx þá erum við komið þennan dz du dx þá er komið fyrsta lið pluss næsta grein það er dz du dr dx þá er komið hingað dz du dr dx og svo síðasta greinin dz dr dx og þá er ég komið hennan hérna
d zeta dr, dr dx. Og svarið er komið. Tökum eitt af viðbót. Það er dæmi 6. Ok, dæmi 6 á þessu prófi, þá er okkur gefið þessi 2 ljómandi fínu vigursvið. Og við sjáum að þau eru nú keimlík. Þau koma reyndar ekkert fyrir í fyrsta liðnum í dæmi, A-lið. Í A-lið stendur bara stikið ferðin C sem fæst þegar zeta jafnt og rótin af x + y sker planið zeta jafnt og 2. Ok, þannig að við hefum að þekka þetta yfir borð og kannast svona við þetta. Þetta er svona keila. Og þetta, þegar þetta sker planið zeta jafnt og 2, segjum að við séum akkurat í zeta jafnt og 2 hérna, þá erum við með þennan hérna hring. Og við þurfum að stika þennan hring. Og þá segjum við, ok, þetta er þegar zeta er 2 og þessi er jafn uppfyllt. Þetta er sem sagt þegar rótin af x + y er jafnt og 2. Þá eru báðar jöfnur uppfylltar. Sem sagt, x + y er jafnt og 2 í öðru. Og við sjáum við þekkjum við með hring með radius 2. Þetta er akkurat það sem að zeta er jafnt og 2. Þannig að stikurinn verður, ég ætla að láta t vera á bilinu 0 til 2π. Við erum með ferlíjar í þriðja og við segjum r af t er 2 sinnum kósinus af t, 2 sinnum sínus af t og 2. Svo svona. Þetta er stikun á þessum hérna rauða hring og þetta er stikun rangsælis. Þannig að ég valdi mér kósinus t og sínus af t og við erum að þekka þá stikun. Nú víkur svo söguna þessum vigursviðum þannig, allavega öðru þeirra. Við segjum í B-lið, þá er spurt, er vigursviðið F, er það geimið? Með öðrum orðið er það varðveitið, á ensku heitir það conservative. Og þá segjum við, ok, ég ætla að reikna kurlið af F, það er einlega til aðtóa. Reiknum kurlið af F, það er hérna I, J, K, ddx, ddi, ddz, f1, f2, f3. Þetta er á formúlublaðinu ykkur hvað kemur út úr þessu. Og ég ætla að reikna bara afleiðunar, skulum sjá hvað kemur út. Og hér fæ ég afleiðunar sem er búin að reikna út. Já, þetta hér er til dæmis efsta stakið, þá segjum við I strik út allt sem er línu við I og segjum df3, df mínus df2, dz, það er hérna þessi mínus þessi. Og við sjáum þetta allt eins, með öðrum orðum ég fæ 0 vegurinn. Ok, að því að kurlið er 0, rótin er 0, og farað ekki, þá ef við skoðum vigursviðið F, þá er gefið í dæminu að F er skilgreint, er vigursviðið frá r í þriðja yfir r í þriðja. Þetta var gefið. Þannig að vigursviðið sem sagt skilgreint á einfaldlega samhangandi svæði. Og segjum, F er skilgreint á r, það er að segja r í þriðja, sem er einfaldlega samhangandi svæði. Og kurlið er 0, svo F er geimið. Svo við segjum skýr, segjum bara já, F er geimið. Eða varvitið. Ok, þá er næsta spurning, fyndu þá mættið ef það er til. Ok, finnum mættið. Til að finna mættið þá ætlum við að leysa 3 jöfnur. Dφ dx, og nú vitum við að mættið er til vegna þess að það er varvitið, við erum búin að sýna það hérna. Dφ dx er jafnt á f1, Dφ dI er jafnt á f2, og dφ dz er jafnt á f3. Þetta eru 3 diffrjöfnur sem ég ætla að leysa. Ok, hérna segi ég þá. Phi er jafnt á stofnfallið af f1. F1 var þessi hérna stærð. 2 upslón x set í öðru. dx. Og ég held að þá líti ég á allt nema x sem fasta og fæ þetta er upslón x í öðru seta í öðru
plús eitthvað fall sem gæti verið háð uppslán og setu. Vegna þess að sjáðu, við erum að reyna að láta þessi hérna diffrjöfnu vera uppfyllta. Og ef við sjáum hérna phi jafnt á þetta, ef ég myndi diffra þetta með tillit x, þá myndi ég fá 2x uppslán seti öðru, sem akkurat þetta hér, pluss 0. Af því að diffra með tillit x, þá verður allt sem hefur bara uppslán og setu breytunar inni, farið í sér eða eitthvað fasta, verður bara 0. Ok, svo ger ég þetta við allar þrjár stærðirnar. Hérna verð ég með x í öðru set í öðru pluss seta sem kósins af uppslán seta og nú diffra ég með, heilda ég með til uppslán. Þannig ég fæ x í öðru set í öðru uppslán pluss sínus af uppslán seta. Ef ég myndi diffra sínus af uppslán seta, myndi ég fá kósins af uppslán seta sem innra falli diffrað með tilliti til uppslán sem seta. Og svo pluss auðvitað eitthvað fall sem geti verið fall af x og setu núna. Því það diffra með tilliti til uppslán væri 0. Og þá það þriðja á síðasti. Þá segi ég 2x í öðru uppslán seta, þetta f3 sem sagt. Gott að hafa þetta fyrir fram að sig. Og við segjum x í öðru uppslán seti í öðru, þegar ég heilda þetta hér með til setu. Svo heilda ég þennan, fæ ég sínus af uppslán setu. Pluss eitthvað fall, skulum kalla það h, sem getur verið fall af x og uppslán, af því að diffra með til setu væri þetta 0. Þannig að við erum komið að mættið, sem er fall af öllum þessum þremur breytum, er, já, phi stendur eigi verið þessi hérgaur, þannig að höfum hann með. Og pluss, ég má bæta við eitthvað sem má vera fall af x og, uppslán og setu. Já, hér stendur að phi eigi innihalda þennan gaur, þannig að ég bæti honum við. Þessi er nú þegar með, þessi er þegar með og þessi er þegar líka með, þannig að við erum komið að mættu okkar. Og sér, hérna við getum alltaf tjekka hvort þetta sé rétt útreiknað með því að pröfa diffra með til x og aðeins hvort maður fær f1. Ef maður diffrar phi með til uppslán, þá má maður fá f2. Ef maður diffrar phi með til f3, með f-setu, þá má maður fá f3. Þannig að við vitum að það er engin vafi á þetta sé bara hár rétt hjá okkur. Ok, þá kemur að heildunum. Það var d-liður, 10%. Nú á heilda eftir ferlinum C sem við stíkum í A-liðnum, F, og þá að heilda eftir ferlinum C, vígursviði G. Nú, við sáum að ferlin C var hringur, heill hringur og vígursviði F er geimið og þá vitum við að þetta ferli heild er 0 og við raukstuðum því C er lokaður ferill. Og f er geimið. Það var bara setning sem sagði okkur og þá verður þetta 0. Þá víkur sveiguna vígursviðinu G. Og ef við skoðum vígursviði G aðeins. Já, maður þarf bara að pröfa að diffra þennan hér með tillit til x og bera saman með tillit til setu og bera saman við þennan hérna diffra með tillit til uppslán og sér að þetta vígursvið G er ekki geimið. En sjáu þau eru svo lík, þau eru svo ósköp lík. Þetta er alveg svo þetta hér, þessi hérna tveir liðir er alveg svo þessi tveir liðir og þessi tveir liðir er alveg svo þessi hérna tveir liðir í k-stefnunni. Það eini munun er þetta hér. Með öðrum orðum, en að G-vígursviðið mitt er bara vígursviðið F, nema ég er búin að draga frá þetta hér í J-stefnunni. Þannig að ég segi mínus 2 seta uppsilon, þetta er tvistur hérna, J. Þetta er vígurinn sem hefur 0 og svo 2 seta uppsilon og 0. Ok, og við vitum að F er geimið, þannig að það verður svo auðvelt að heilda yfir það. Þannig að við splittum þessu upp. Þetta hér er heildið af F mínus 2 seta uppsilon J og allt þetta dr yfir ferlinn C sem að ég má splitta upp í heildið yfir vígursvið FDR pluss, höfum bara pluss, mínus 2 seta uppsilon J dr. Nú, við erum búin að raukstuða þetta hér sé 0 og þá erum við bara eftir hennar hérna. Pröfum að kalla þetta hérna eitthvað, ef að kalla þetta hér vígursvið sem innhildir bara þennan hérna komponent, ef að kalla hann H af x-uppsilon setu, akkur ekki. Og svo reiknum við út úr þessu hérna ferilheldi
Og þá þurfum við sannarlega að segja heildi eftir fellinu með frá 0 upp í 2π af h með við stikunin okkar debilfjölda við stikunin diffruð. Þá þarf maður að vera með ferilheildin á hreinu, hvernig maður gerir þau. Og skrifum að sjá okkur hérna hvernig stikunin var, r af t. Hún var 2 kósinus t, 2 sínus t og 2. Þannig að þegar ég segi h af r, þá er ég að segja, þetta hér er vigurinn 0 mínus 2 seta y 0. Þannig að ég set inn. Það er 0 og svo þetta hérna stak með við stikuna, það er 2 seta sem er 2 sinnum y, mínus 2 sinnum 2 sinnum 2 sinnum sínus, þetta er allt tvistar hérna, sinnum stikurinn hérna diffruð, mínus 2 sinnum sínus t, 2 sinnum kósinus t og 0. Og svo heldum við frá 0 upp í 2. Ég er með 0 pluss, hérna 2 sinnum 2 sinnum 2, þetta er mínus 16, sinnum sínus af t, sinnum kósinus af t. Við heldum þetta að fáum kós í öðru sinnum fasti. Og allt í allt verður þetta 0. Sér svona. Og þá er þessu dæmi líka lokið. Og við skulum pröfa að taka þetta. Þá er það dæmi 7 sem gaf 10%. Hér okkur gefur viðsvið og okkur gefur ferill. Þessi er ljómandi fínu ferill hérna. Og fyrsta sem við spurðum, hvernig lítur eiginlega þessi ferill sé út? Lýsið honum. Og við sjáum að við erum með kósinus af t og sínus af t í x y stefnuna. Þannig að við held setu bara fastri að við hérna tökum aðeins út setu í bili. Það séum við hringhreyfingu. Þetta er hringur sem fer rangsælis með miðji 0,0 eða væri bara tvær víddir og radíus 1. Skoðum svo hvað gerist hérna í setastefnuna. Þá er t, eftir sem t hækkar, þá hækkar líka í setastefnuna. Þannig að þetta er svona spírall eða gormur. Og hann fer 1,5 hring og svo hækkar upp eftir setaásnum. Einhvern veginn hérna rangsælis. Já, þetta var ljómandi góð mynd. Hérna þurftum maður líklega að lýsa sér betur með orðum heldur en þessi mynd segir. Þannig að spíralhreyfing upp eftir setaásnum eins og okkur gormur. Eitthvað í þá áttina. Reyna að vera nákvæm. Ok, og við sjáum ég fyrir 2,5 hringi ef að því við förum hérna frá 0 upp í 5π, góða punktur. Þegar við förum frá 0 upp í 2π, þá er komið 1 hring, svo þegar við erum komið upp í 4π, þá er komið annan hring, og svo þegar við erum komið upp í 5π, þá er komið halvan hring í viðbót. Ok, svo ætlum við að reikna þetta hér, ferilheildið. Og ef við skoðum aðeins þetta vegusvið, þá fyrsta sem við gáum alltaf er þetta geymið. Ok, ef ég diffra þennan með tilliti til y, þá fæ ég 0. Ef ég diffra þennan með tilliti til x, þá fæ ég líka 0. Þannig að df2 dx er jafnt á df1 di. Ok, so far so good. Svo ef ég diffra þennan með tilliti til z, þá fæ ég y. Ef ég diffra þennan með tilliti til x, þá fæ ég líka y. Sem sagt, df1 dz er jafnt á df3 dx. Nú þá er það að síðustu þessi diffra með tilliti til z, það er x, er jafnt á þessi diffra með tilliti til y. df, látum okkur sjá, df2 dz er jafnt á df3 di. Sér svona. Ok, víusviðið er hérna skilgreint á einfallega samankundi svæði, öllu er í þriðja, þannig ég veit að það er geymið. Ok, sumir hafa jafnvel kannski þegar séð út hvert mættið er og það er bara í ljómandi fínu lagi. Ef maður getur fundið mættið þá veit maður að það er geymið. Og við getum annað hvort reiknað eins og við gerum í dæminu undan, eða við getum sagt f er varðveitið með mættið phi jafnt á x y z. Ok, ef ég diffra þetta með til x, þá fæ ég y z, ef ég diffra þetta með til y, þá fæ ég x z, ef ég diffra þetta með til z, þá fæ ég x y. Þannig að ef við sjáum út mættið, þá er það bara ljómandi fínu lagi. Þá þurfum við bara að gefa mættið.
Nú, ferillin sem ég er að fara heild yfir, hann er sannarlega ekki lokaður. Hann fer úr r af 0, fyrsti punkturinn er 0. Það er þá kósinus af 0 er 1, sínus af 0 er 0. Og ef ég set 0 hérna inn, það fæ ég líka 0. Og síðasti punkturinn er þegar ég set inn 5pi. Kósinus af 5pi er eins og kósinus af pi, það er mínus 1. Sínus af 5pi er 0. Og setja inn hérna fæ ég 5pi sem k. Þannig að þetta eru punktarnir mínir. Og þegar ég er með geymið eða varðveitið vektorsvið, þá má ég segja ferilheldið er phi í endapunktinum mínus phi í byrjunapunktinum. A er eftir r af 0 og b er eftir r af 5pi, síðasti punkturinn. Þannig að þetta verður svo mikið sem, já, ég ætla að margfalda saman, þetta hérna er mínus 1 sem 0 sem 5pi, það er 0, mínus 1 sem 0 sem 0. Allt í allt er það 0. Og meira þarf ekki að reikna í þessu dæmi. Þetta er komið svarið hérna. Varðveitið vektorsvið eftir þessum ferli sem er reyndar ekki lokaður, gefur okkur samt 0. Við pröfum að taka 1 enn. Ok, hérna fáum við gefið vígusvið frá r yfir í öðru. Og já, það lítur svona ljómandi fínt út. Og svo er eitthvað gefið ferill C sem er umhverfis svæði D sem er skilgreint hérna. X í öðru pluss y minni eftir 9, sérst inn í hring með radíus 3, en bara þeim hluta þar sem x er minni eftir 0. Og svo ef við að reikna hérna ferilheldið, og enn eitt ferilheldið, hugsa kannski einhver. En við skulum nú sjá. Ég er með hring með radíus 3, en bara það sem x er minni 0. En ég er hér. Þetta er svæðið mitt D, þetta er mínus 3 upp í 3. Og ferillið sem er umhverfis þetta er þá ferillið sem liggur hérna. Og svo upp hérna. Og hann er 8 rangsælis. Það er ferillin minn C. Ok, nú geti ég farið að stika hérna þennan hring og svo þessa hérna línu og skiptis upp í tvö hérna heildi frá C1 og C2. Heildi yfir C1 af G pluss heildið yfir C2 af G. En allir sé ekki til sniðari leið. Við sáum undir lokin setningu sem heitir setning grín sem gildir einmitt þegar við erum í tveimur vitum. Hún sagði að í staðin fyrir að heilda eftir svona ferli þá getum við heildað ákveðna afleiðu yfir bara svæðið D. Þannig við sleppum þessu hérna og segjum, ég ætla að nota setningu grín, þetta er heildið, tvöfalda heildið yfir svæðið D af dg2 dx mínus dg1 di, og þetta er bara á formúlublaðinu ykkur, dA. Það sem ég heildi við svæði D ekki ferilinn C. Ok, pröfum að sjá hvað kemur út úr þessu. Með heildið og segja þetta er tvöfalt heildið, það er lægi að skrifa 2 svona eða bara 1. Við vitum að þetta verður tvívitt heildið bara þegar við erum með dA hérna. Ok, dg2 dx, ég ætla að diffra þennan með til x, ég fæ sínus af y pluss 0 mínus dg1 y, ég ætla að diffra þennan með til y, ég fæ 0 mínus x, mínus x. Sér svona. Ok, hér erum við með 2 oddstæðföll sikkvort hlutin þó. Sínus af y er oddstætt y eftir 0. Og við skulum sjá, hvað er það? Y jafnt á 0, já, y 0 er hér og svo allir þessa hérna línu. Svæðið mitt er einmitt samhvert þessa línu. Það er jafn mikið flatamál hér uppi eins og hérna fyrir neðan. Þetta hér er jafn stórt þessu hér. Ok. Þannig að þegar ég er með oddstætt fall y eftir 0, sem þetta sínus af y er hérna, ég ætla að skipta þessu upp í tvennt. Ég ætla að heilda sínus af y dA pluss ég ætla að heilda x dA. Og svo ætla ég að segja, þetta hér heildi er 0 vegna þess, og hér er mikilvægt að rökstyðja, því sínus af y er oddstætt fall, já, hvað? Y eftir 0. Og svæðið mitt D sem ég er að heilda yfir
er samhverft y-0. Ok, svo kemur að hérna þessu hér. Þetta er sannlega oddstætt x-0. Og hvar liggur nú x-0? Það er þessi hér lína. En svæðið mitt er ekki samhverft x-0. Það er ekkert svæði hérna megin við x-0. Þannig að þetta verður ekki 0 og við þurfum að heilda þetta. Þannig að heildi sem við þurfum að reikna út úr, færum okkur hérna, þetta hér verður jafnt og heildið af x-dja. Nú er ég heildi yfir eitthvað svæði sem er svona hringlaga, hluti úr hring, þannig að það hrópar á pólhnitt. Ég ætla að skipta í pólhnitt. Til að lýsa þessu svæði í pólhnitum þá segir radíusur frá 0 upp í 3, munið radíusur alltaf pósitíftala og þetta fer úr þessu hérna horni, byrja hér og svo fara alla leið hinga niður í þetta hérna horn. Þannig að fyrsta horni mitt var pí-delt með 2 og svo fer ég 1, 2, 3 pí-delt með 2 og fallið mitt x, já, munum á pólhnitinn, þá er x r cos þeta og y er r sin þeta og dA er r dr d þeta. Þannig að ég fæ hérna x verður r sin þeta, nei, r cos þeta fyrir ekki þau og dA verður r dr d þeta. Og við skiptum þessu upp í 2 heildi, það stendur hana við maður sína alla útreikninga. Sendur á fórsíðunni. Pí-delt með 2, 3 pí-delt með 2, kosinus þeta d þeta, sinnum heildið af r í öðru frá 0 upp í 3, dr. Sér að þetta er sinnum þetta er. Og svo heildið við með stafnföllin. Þetta er sínus af þeta. Á bilinu pí-delt með 2 upp í 3 pí-delt með 2, sinnum r í þriðja þriðju, á bilinu 0 upp í 3 og við reiknum til þessu, fáum hérna mínus 1 mínus 1, það setjum inn tölunar og við setjum inn 3, fáum 3 í þriðja delt með 3, fáum sérst 9, við fáum mínus 18. Sér svona. Þá er svarið komið þarna. Ef við hefðum að sjálfsögðu geta haldið áfram og gert þetta í pólhnitum, þá hefði þetta hérfall á þess að segja að þetta hér væri 0, en þá hefði þetta hérfall árið pínu leðilegt, þetta hefði verið sínus af sínus, r sinnum sínus þetta, sem er ekki svona uppáhaldsfall að heilda allavega. Og þetta var dæmi 8, svo prófa að skoða eitt dæmi viðbót. Dæmi 9, þá er okkur gefið hérna fall. Við sjáum að f er fall frá r í þriðja yfir í r, tekur inn 3 breytur og skilar 2 setjum og svo okkur gefin ykkur hérna svona rúmskíki r og það eru allir punktar í rúminu sem uppfylla x jöðri pluss y jöðri pluss z jöðri á bilinu 2 til 4. Við sjáum þess að afmarkast fyrir utan kúlu með radíus rótina 2 og fyrir innan kúlu með radíus 2 en bara sá hluti það sem z er minni 0 og y er minni 0. Og þetta dæmi leggur svolítið upp að maður er að nota kúluhnit, af því það er auðvelt að lýsa þessu hérna svæði í kúluhnitum. Hérna í kúluhnitum myndi fyrstu skilin vera að ró væri á bilinu rótina 2 til 2, hringum með radíus rótina 2 og 2. Og svo er það spurninginu með z minni 0 og y minni 0. Já, við skulum pröfa að teikna bara eitthvað tvívið plön hérna. Ef ég teikna xz planið, þá er ég bara þar sem z er minni 0, ég sést með þennan hérna hluta kúlunar. Þannig að z er hornið sem myndar póstíðan z ás og getur í mestarlagi fara frá 0 upp í pi. Þannig að ég ætla að byrja hérna í þessu horni, fer alltaf úr þessu horni, þannig að ég byrja í pí-delt með 2, þannig að phi er á bilinu pí-delt með 2 og ég enda hérna sem er hornið pi.
og þá er það hvað y minna eftir 0 segir okkur. Þá skulum við pröfa að teikna bara x y-planið. Af því að þeta er hornið sem myndast í pósíðan x-ás í x y-planinu. Og y minnaði eftir 0 er ennþá með kúlu hluta minn. Y minnaði eftir 0 þá er ég sem sagt hér. Ok, þá er það bara hringur. Ég fer sem sagt úr þessu hérna horni, ég ætla að byrja hér og svo ætla ég að fara alla leiðin hingað. Ég ætla að fara sem sagt úr pi upp í 2pi. Þannig að þetta er á bilinu pi upp í 2pi. Ok, svo rifum við upp að í kúlunhitum þá er x rho kosinus þeta sem sínus phi og y er rho sinus þeta sinus phi og zeta er rho kosinus phi og d vaff, eitt lítið rúmálselement, er rho í öðru sinus phi d rho d phi d þeta. Þá getum við sett upp heildið okkar. Við segjum heildið yfir rúmskikan r af fallið mitt var 2 zeta d vaff. Sjá, hérna því þetta stendur d vaff þá þýðir að þetta hérna heildið er þrefald. Er heildið, þrefalda heildið af 2 sinnum zeta. Zeta er hérna rho kosinus zeta, þannig að 2 sinnum rho sinnum kosinus phi fyrirgeði ekki þetta. Sinnum d vaff sem er rho í öðru sinus phi d rho d phi d þeta og svo þurfum við að setja mörkin bara rétt inn. Ég sagði að rho var á bilinu rótin og 2 upp í 2. Ég sagði að phi var á bilinu pi deilt með 2 upp í pi. Phi er alltaf mestalagi pi og þeta er á bilinu pi upp í 2pi. Sér svona. Svo þurfum við að reikna út úr þessu, skiptum þessu upp í 3 lúmandi finn heildi, tvisturinn bara út fyrir og það er margföldun séð á milli alls þar hérna og bara fastar í mörkunum. Þannig ég get sætti heildið 2 sem heildi frá pi upp í 2pi d þeta sinnum heildið frá pi deilt með 2 upp í pi af kosinus phi sinnum sinus phi d phi sinnum heildið frá rótin af 2 upp í 2 af rho í þriðja alls d rho. Þannig út úr þessu fæ þetta fæ ég bara lengdin á bilinu sem er pi. Hér fæ ég hálfur kosinus í öðru phi. Kosinus í öðru diffra myndi vera 2 sinnum kosinus sinnum kosinus diffra sem er mínus, þannig að ég skulle setja mínus hérna. Og þess vegna er hálfið að það kemur 2 hérna. Sinnum rho í fjórðu frá rótinu 2 upp í 2. Þannig að ég fæ 2pi sinnum mínus hálfur sinnum pi. Þetta hérna er mínus hálfur, þetta er pi, þannig að allt verður þetta mínus 3 pi. Á fyrirgeði, tvítók píð. Afsakið. 2 sinnum pi sinnum mínus hálfur verður mínus 3 pi. Já, herri, ég glemdi að skrifa þetta eitthvað vilt niður hérna. Ef við gerum þetta bara aftur. Ég fæ hérna 2 sinnum pi. Ég fæ út úr þessu afsakið. Komum hérna. Fæ út úr þessu mínus hálfur. Og svo hér fæ ég 2 í fjórða og rótin, mínus rótin af 2 í fjórða. Það er 4 deilt með 4. Og allt í allt þessi 2 á móti þessum, þetta verður 3 og þetta er mínus 3 pi. Þarna kom það. Þetta var dæmi 9 á prófunu frá í fyrra eða frá 2013. Það er alls 11 dæmi, við skulum pröfa að kíkja á þetta. Ok, dæmi 10. 10%. Hér er S yfirborðið setar eftir 4 minus x minus y í öðru. Þar sem zeta er bara sá hluti sem er stærri 0.
og þetta er áttað upp á við. Ok, við erum að sjá fyrst fyrir okkur hvernig þetta lítur út. Með hérna, toppurinn er í 4, þegar x-axlinn er 0 þá er þetta 4 og svo er þetta svona skál á kolli, þetta er einhvern veginn svona skál og toppurinn hérna í 4 og setja á snum og þetta hér hringurinn liggur í x-y planinu. Þetta er 4. Og nú ætla ég að átta yfirborðið mitt upp að við út úr hérna þessu svæði. Nú, við ætlum að reikna heildið yfir þetta yfirborð af rótinu af f, þar sem f er þetta hérna viðsvið. Nú, þá getum við einfalda málið með að nota setningu stók og segja í staðinn heilda yfir jaðarinn c á bara viðsviðinu f dr. Það breytir sig í ferilheldi. Kannski klassískt að nota setninguna í hináttina, fara úr ferilheldi í kurlið, en það er líka hægt að gera þetta. Nú, að því að við vorum með áttað hérna upp á við, þá er ferillin hérna á að þá vera áttaður rangsælis. Það var hægri handareglan. Þannig að ég segi bara, ok, ég ætla að heilda yfir ferilin c, það er hérna rauði ferillin minn, viðsvið f dr. Ok, byrjum á að stika þá ferilin c. Við erum með hérna r af t. Já, þetta er hringur. Og hvaða hringur er þetta nú? Þetta er akkur þegar set er 0. Þannig að með 0 er eftir 4 minus x í öðru minus y í öðru. Þannig að með x í öðru plus y í öðru er eftir 2 í öðru. Þegar hringum er radius 2, akkur þar sem seta er eftir 0. Þannig að ég fæ 2 sinnum cosinus t, 2 sinnum sinus af t og 0. Það er stikurinn mín. Alright. Þá segja ég, ok, ferilheildið mitt hérna, hoppar skjárun eitthvað. Ferilheildið hérna er heildið frá, já, hvað þarf t að vera til að ég fara allar hringin? T þarf náttúrulega að vera frá 0 upp í 2π. Þá veit ég að þetta hér gefur mér heilan hring. Þannig að heildið frá 0 upp í 2π af f af r debilvaldað við r mert dt. Þannig er heildið frá 0 upp í 2π af f af r, það er í staðin fyrir að gefa f x og z, ætla ég að gefa 2 sem cos t, 2 sem sin t og 0. Og við sjáum hérna, ef ég setja aftur 0 hérna inn, fæ ég 1 njöðran, ég er bara með y. Y er 2 sem sinus af t. Svo setja ég x í öðru sem cosinus af z. Cosinus af z er sem sagt cosinus af 0 sem er 1, þannig að x í öðru verður þá 2 í öðru cosinus í öðru t. Og svo er ég með x sem y sem setja ég með þessi sem 0. Einfaldað við hérna þennan diffraðan, þannig að cosinus t sem 2, diffrað verður mínus 2 sem sinus af t. Sinus diffrað verður cosinus og 0 diffrað er 0. Þannig að heildið frá 0 upp í 2π af mínus 4 sinum sinus í öðru t pluss 8 cosinus í þriðja t og við reiknum þetta einfallega með reiknivélinni og fáum mínus 4π. Sér svona. Og úr því við erum komið svona langt, eigum við þá ekki að taka síðasta dæmið líka. Og hér er einföld fyrirmæli, við erum að finna rúmmálið á r og þá þarf maður að sjá fyrir sig hvernig þetta r lítur út. Ok, við erum með þess að seta og vera að minna í eftir a mínus tölgilda b sinum x mínus b sinum tölgilda y. Alltaf eitthvað skoppa hérna til hjá mér. Og seta var stærri eftir 0. Ok, fyrsta sem við sjáum það er ef við reynum að sjá fyrir okkur að ég er með tölgilda x og tölgilda y. Þannig að þetta er eins í öllum fjórðungum. Ef ég myndi skipta á x og y þá væri þetta alveg eins. Ef ég myndi setja inn mínus x fyrir x þá myndi ég fá það nákvæmlega sama. Og ef ég myndi setja inn mínus y fyrir y þá fengi ég nákvæmlega sama. Þetta er eins í öllum fjórðungum. Ég ætla að pröfa að teikna. Teiknum setu jæft og a mínus bx mínus by.
x stærra eftir 0 og y stærra eftir 0. Skulum teikna upp þetta plan. Sjá fyrir okkur hvernig þetta lítur út. Ok, láta þetta vera x-ásinn, y-ásinn og z-ásinn. Þegar x og y er 0, þá er z a. Þannig að ég er með hérna a á z-ásnum. Ok, þegar x og z er 0, já, hvað fæ ég þá? Þá er ég með 0 er jafnt og a mínus b y. Svo þetta er y jafnt og a deilt með b. Ok, þannig að ég er með hérna a deilt með b á y-ásnum. Og svo er þetta symmetrist í x og y, þannig að ég líka með hérna a, b á x-ásnum. Þetta er svona. Sér svona. Og þetta er sérst undir þessu plani og inn í hérna milliplanna x eftir 0, y eftir 0, z eftir 0. En svo er þetta eins í allum 4 áttunduhlutunum sem eru yfir x-y planinu. Þannig að allt í allt er ég með píramída. Og píramídi og nú man ég ekki hvar y-inu ég að vera í píramída, eru það nefnst þar, er á formúlublaðinu. Það er 1/3 sinnum grunnflöturinn sinnum hæðin. Og a er grunnflöturinn og hvernig grunnflöturinn hjá okkur, skulum tekna x-y-planið. Já, við förum hérna a deilt með b á þessum ás og a deilt með b á þessum ás, jafn langt. Þetta er svona, og svo sagði þetta að vera eins í öllum áttunduhlutunum fyrir ofan x-y-planið, þannig að öllum fjórðungunum hér. Þannig að svona er grunnurinn á píramídanum mínum. Og ég get reiknað flatarmálið þessu. Það er bara, já, tökum bara einnina, a deilt með b, a deilt með b. Og deilt með 2, þá er ég komið flatarmálið þessum hér, en svo er ég með 4 svoleiðis, þannig að það er 4 sinnum þann. Þannig að þetta er sem sagt 2a í öðru deilt með b í öðru. Og hæðin, það er bara hver er hæðin hérna að setja ás, hún er a. Þannig að þetta verður svo mikið sem 1/3 sinnum 2a í öðru deilt með b í öðru sinnum a. Þannig að það verður svo mikið sem 2a í þriðja deilt með 3b í öðru. Sér svona. Nú auðvitað er hægt að setja upp heildi sem reiknar þetta út líka og við getum svo sem gert það til skamans. Þá getum ég sagt, ok, ég ætla að segja reikna út rúmmáli að þessum hérna fjórflötningi sem ég er með á myndir í hérna og svo ætla ég að marghalda með 4, þá er komið allt rúmmáli. Þá segi ég rúmmálið er líka jafnt og 4 sinnum þrefaldaheildið og nú er ég bara í fyrsta fjórðungi. Það segir ég ætla að fara frá á z-ásnum, þegar ég fyrir þessu ætla að fara úr hérna x-y planinu úr 0 upp í þetta hérna plan. Þannig ég fyrir frá 0 og upp í a minus bx minus by. Og svo ætla ég að afmarka í x-y planu þennan hérna hluta til að vera bara með þann hluta á þessu plani sem er hérna í fyrsta áttundahlutanum, fyrsta áttungi. Og það er einmitt þetta hérna, þessi hérna þríhyrningur. Og þá þarf ég að vera með jöfnu þessar hérna línu. Og við sjáum að hallatalinn er -1, þannig að ég er með y jafnt og a deilt með b minus x. Þannig að í þessa stefnu fer ég úr 0 upp í línuna. Og þá í þessa stefnu fer ég frá 0 upp í a deilt með b. Og sér ég er bara að taka fyrsta fjórðung og svo marghalda með 4 vegna sem þetta er eins í öllum hérna, hlutunum hérna. Og þetta er 1 dz dy dx, minni þetta var z-merkin, þetta var y-merkin og þetta var x-merkin, þannig að mikilvægt að hafa þetta í réttri röð. Og ef við reiknum úr þessu heildi, þá fáum við 2a í þriðja, deilt með 3b í öðru. Ef mann er langar að heilda. Það er ekki þarf fyrir það, ef maður sér hvernig svæðið er, þá sér maður bara formúlublaðinu sínu hvernig maður reiknar rúmmál píramída. Og þetta voru dæmi 4 til 11 á lokaprófinu 2013.